Skylda er að vera með ökuljós kveikt bæði að aftan og framan. Rafvespur eru skráningarskyldar, heimilt að banna akstur vegna mengunar og neita má fíklum ökuskírteini samkvæmt nýjum umferðarlögum sem tóku gildi í gær. Ýmsar nýjungar eru í umferðarlögunum. Meðal þeirra er að lögboðin ökuljós eiga alltaf að vera kveikt, bæði aftan og framan, en dagljósabúnaður fjölmargra bíla er þannig að ekki kviknar á afturljósunum þegar búnaðurinn er stilltur á sjálfvirkni eða átóm. Léttbifhjól hjól í flokki 1 sem til dæmis eru svokallaðar rafvespur og hjól sem ná að hámarki 25 km hraða verða bæði skráningar og skoðunarskild, eftir sem áður mega 13 ára aka þeim á gangstéttum og víðar. Eftir á að útfæra hvernig staði verður að skráningunni. Þá verður leyfilegt áfengismagn í blóði lækkaður hálfu prómil í 0,2 prómil. Eftir það verður samt einungis refsað ef magni fer yfir hálft prómil en akstur stöðvaður við 0,2. Í nýju lögunum eru víðtækari ákvæði þá sem eru sviptir ökuréttindum og er gert að sækja sérstakt námskeið á vegum Samgöngustofu. Lögreglan getur afturkallað ökuréttindi í 3 mánuði ef vafi leikur á að viðkomandi uppfylli heilbrigðisskilyrði og þarf ökumaður að gangast undir mat áður en réttindi verða gild á ný. Þá er í lögunum heimild til að neita þeim ökuskírteini sem háðir eru notkun ávana og fíkniefna, áfengis eða annarra sljóvgandi efna. Öryggisbelti eiga að vera í hópbifreiðum í dreifbíli og nýju lögin heimila prófanir á sjálfkeyrandi ökutækjum að fengnu leyfi Samgöngustofu. Banna verður að aka gegn rauðu ljósi. Það eru svo sem ekki ný tíðindi, nema að nú er það banna með lögum en ekki reglugerð. Forgangur ökumanna í innri hringtorgs er lögfestur og þá verður veghaldara heimilað að takmarka eða banna umferðum stundarsæki þegar mengun fer yfir heilsumörk eða hætta á því. Og með nýju lögunum er ökukennaranám lögfest og heimilað að synja þeim starfsleyfi sem hlotið hefur dóm fyrir kynferðisbrot.